Amen. Góðan dag, við erum velkomin á samkomu í Fíladelfíu. Við erum hingað komið saman til þess að lofa Guð og eiga samfélag við hvort annað. Og við ætlum að byrja á góðu lagi sem heitir Ég þig lofa. Ég ætla að hvetja þá sem að treysta sig til að standa upp og lofa Guð með okkur. Ég vil lofa
Guð og það eru margir inni sem eiga vitnisburð að hann endurleysir og hann læknar og hann frelsar. Skulum syngja það saman. Amen. Orð Guðs lesið. Yndislega mæðgur sem ætla að koma hérna upp, Natalie og Victoria, ætla að lesa Guðs orð og biðja. Gjörðu svo vel. Þessi hérna. Þú ekki bara að nota þennan? Komið sæl, við ætlum að dóttir mín ætlar að lesa hérna í Jóhannesi 3:16-17, svo ætla ég að biðja. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason til þess að hver sem að hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma hann heiminn heldur til þess að frelsa hann. Amen. Og það einmitt sá Jesús sem vorum að syngja hann læknar og leysir og frelsar, þannig að við ætlum að bara biðja saman og við höfum öll bænarefni í hjarta okkar, Guð þekkir þarfir okkar, við ætlum að gefa til kynna með því að rétta upp hend og þakkarefni líka. Við höfum margt þess að þakka fyrir að bara koma hér í dag, vakna og geta komið á þennan stað og þeir sem heima eru náttúrulega, þá vil ég bara líka biðja fyrir þeim. Og við getum bara lagt allt okkar líf í hans hendur. Amen. Það var að koma eitt bænarefni núna bara rétt áðan að ung kona sem að flutta sjúkrahús í nótt og að fara í aðgerð núna bara á hverju stundu, þannig að við biðjum fyrir henni. Engar rísa á fætur og standa saman í bæn. Amen. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir að megum koma fram fyrir þig. Þakka þér fyrir að þú ert sá sem þú segist vera. Þú læknar og leysir og hefur fyrirgefið okkur allar okkar misgjörðir. Við komum bara og biðjum þig að grípa inn í allar okkar kringustæður. Þakka þér fyrir elsku þína. Þakka þér fyrir náð þín og miskun sem ný á hverjum degi. Og ég vil bara leggja þessa konu fram fyrir þig sem að fara í aðgerð, að þú bara verðir með henni, gefur henni styrk, verið með höndum læknana og bara læknar og leysir líkamennar í Jesú nafni. Snerti við henni bara núna þessari stundu og allri henni fjölskyldu.
Faðir mér, ég vil líka bara biðja fyrir öllum þeim sem hér inni, þeim sem að horfa og hlusta. Þú þekkir einn og sérhvern, þú þekkir þarfir okkar og ég bara fela þér hvert líf í þínar hendur, Drottinn minn, og biðja þig að grípa inn í erfiðleika, sorg eða líkamleg mein eða allt sem að hrjáir. Og líka vil ég bara þakka þér fyrir það að þú ert sá sem að leysir og læknar og gerir kraftaverk og þú kemur aldrei á seint og þú heyrir þessa bænir, Drottinn minn, og þú heyrir bænir okkar, Drottinn minn, og ég þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir að við með bara leggja alla þessa stund í þína hendur, alla samkomuna, orðið sem tala verður, að þú undirbúi hjart okkar til að taka við orðið þínu, að þú hjálpar okkur að taka við því sem þú hefur að tala til okkar í dag. Blessaði líka bara landi og þjóðina, ríkisstjórnina, öll börnin sem fara í skóla og bara fjölskyldur og heimili yfir höfuð, Drottinn minn. Bara vil ég fela í þínar hendur og gefa okkur styrk til þess að ganga hvern dag í Jesú nafni. Amen. Amen. Þegar við fá okkur sæti, það eru nokkra tilkynningar hérna sem við ætlum að koma frá. Það eru óbærslega forréttindi sem við höfum að fá að eiga samfélag við Guð og við hvort annað opinberlega. Og það er nóg í boði á Íslandi í dag, fullt af viðburðum, kristilegum viðburðum og samkomum. Og hérna á 5. daginn, þá var alltaf eldri borgarar hittast klukkan 1, held ég, hérna í kaffisalnum. Og allir 12:30, 12:30, allir eldri borgarar velkomnir þanga. Og skráning á kvennamótið er hafin, hófst fyrir viku síðan og ég hvet allar konur og stelpur frá 12 ára aldri að koma á mótið. Það verður helgina 4. til 7. apríl í Vindáshlíð og yfirskriftin er sannleikurinn mun gera þig frjálsa úr Jóhannesi 8:32 og skráningin hófst fyrir viku síðan og mun vara í 2 vikur í viðbót, en það er bara ákveðið pláss, þannig að því fyrir því betra. Verðið er 12.000 krónur og við reynum að halda því eins lágu og við getum með við þann standard sem við reynum að hafa, en það eru ekki allar sem að hafa efni á því. Svo að mér langar alveg svo í fyrra að minna á sjóðin sem að Jesú konur eru með, 1000 gefa 1000. Hugmyndafræðin er að í framtíðina við getum boðið upp á ráðstefnur og mót ókeypis. En hann er ekki það stór að við getum það, en við getum notað hann til að styrkja þær sem þurfa. Svo ef það er einhver hér sem að vill greiða mótskjald fyrir konu eða styrkja sjóðin að einhverju leyti svo við getum úthlutað, þá eru upplýsingar hérna niðri á skráningaborðinu í kaffisalnum hérna eftir samkomu. Hann Helgi ætlar að koma svo með fleiri tilkynningar. Gjörðu svo vel. Nei, eins og segir, það er mjög margt að vera. Alveg 2 samkomur í viðbót í dag, eða leiðist. Þá bara ekki fara neitt, verðt í húsinu, það gerist eitthvað. Á miðvikudaginn kemur að þá verður skírnarfræðsla klukkan 6:30 hérna niður í fundarherbyggi. Þannig að ef að þú ekki tekið nýjudygga skírn og Guð að banka þig með það, að þá bara komdu á miðvikudaginn, því að svo er skírn á sunnudaginn 23. Þannig að það er svona skýrt framöndan og allir sem vilja vera með mega svo lengi sem Jesús Kristur er frelsariðinn. Það er eina skilyrði sem við gerum. Og svo annað, það eru allir, það þyrftilega að vera trommusláttur, það eru allir mjög spenntir að vita hvað gerist. Hvað gerist í kirkjunni þegar vörður hættir? Hvað gerist? Og bara því ég veit að það er fullt af fólki sem hlustar en kemur aldrei, að þá verður lesin tilkynning það á eftir þegar útsendingu lýkur. Ekki samt brjóta lög við að keyra hratt. Ég sé Geirjón í salnum, hann snýri niður og keyrir hratt á leiðinni. En það verður lesin tilkynning sem í loksamkomunar, þannig að ekki fara niður alveg strax. En svo verður haldinn safnaðarfundur 1. apríl klukkan 7. Það sem verður bara svona tillögur öldunganna verða ræddar og söfnuðinu fær segja sitt álit og koma með, verður bara svona þetta samtal sem við erum vön. Og 20. og 2. apríl er svo aðalfundur, það sem ákvörðun er tekin. Þannig að 1. apríl, það muna það allir. Og ofta hugsaðu stjórnmálamenn, akkur fattar ekki að lofa öllu þá, getur alltaf sagt já. Fattar ekki djókið. En svo auðvitað, eins og segið, það er aðalega þetta tvennt. Ekki hlaupa niður í kaffi, það lítur mjög vel út, ég var niður í rétt áðan.
og býð eftir tilkynningunni og svo safnaðarfundur 1. apríl klukkan 7. Amen. Og með við syngjum næsta laga þá tökum við samskot og eins og við vitum að þá kirkja svo þessi, hún bara rekin áfram af okkur sjálfum. Það eru við sem erum kirkjan og við sem rekum kirkjuna. Guð elskar glaðan gjafara, en ef þú ert í þín fyrsta skipti, ef þú ert gestur, þá enginn sem fylgist með, það engin þvingun. Það alltaf sagt, sko, gefðu eins og þú ásettir í hjartaðinu og gefðu með gleði. Og ef þú ætlar að setja eitthvað í og þú getur ekki gefað með gleði, gefðu það bara aðeins minna. En eða prófa að gefa meira, gáðu hvernig það virkar. Amen. Lausnarinn góði, leiðir þinn veg, leirinn þú móta, sjá hann ég, gefa fram komi, myndin í málfar og breytni, jafn líkist þér. Lausnarinn góði, leiðir þinn veg, lífskraft mín allan, frá þér ég dreg. Hjarta mitt gerðu, hreint eins og mjörð, hugsun mín síðan, lúti þér lausnarinn góði, leiðir þinn veg, lífsorðin hreyfing, eyra mér seg. Blessaði Jesús, brúðgumi minn, njóttu þá lífið, lærisveinn þinn. Lausnarinn góði, leiðir þinn veg, líf breyti korni, degi mitt ég. Andanum fyllt mig, öruggi trú, í mínu lífi, svo birtist þú. Við syngja þetta síðasta erindi saman. Hvetja ykkur til að standa upp og syngja þetta bara sem bæn og játningu inn í okkar líf. Amen. Lausnarinn góði, leiðir þinn veg, líf breyti korni, degi mitt ég. Andanum fyllt mig, öruggi trú, í mínu lífi, svo birtist þú. Amen. Amen.
eitt af því skemmtilegasta sem við gerum, að það að blessa hvort annað og við fáum tækifæri hér í dag til þess að blessa lítið barn. Þannig ég ætla að bjóða Verði hérna að koma upp. Ég ætla að biðja foreldrarnum að koma hingað upp með litla erfingjan. Það alltaf yndislegt að mega blessa lítið börn og fyrir ykkur sem að kannski hafi ekki séð þetta áður þá sem sagt við skýrum ekki börnin, við blessum þau. Næsta sunnudag þá skýrum við þá sem að komin til vits og ára og hafa tekið ákvörðun að fylgja Jesú. Flottur strákur, flott fjölskylda, gaman að sjá okkur öll. Amen. Við skulum lesa í Markúsar Guðspjalli og þar frá 10. kapítulanum og versinu 13, frá versi 13. Menn færðu börn til hans, þess til Jesú, að hann snertu þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Og það það sem svo yndislegt með þessa athöfn, mögum blessa barni sem að tilheyrir nú þegar Guðs ríkinu. Nema því að verðið eins og börnin komist ekki inn í Guðs ríki. Og það það sem að Jesús að tala Við þurfum að verða ekki bara barnaleg, við þurfum að eignast það sem að þau eiga, himnaríkið. Trúin á Jesú. Jesú innra með sér. Jesús býr innra með þeim og hann hefur skapað í sinni mynd og það það sem svo yndislegt. Og þess vegna þurfum að verða eins og börnin, taka við Jesú, leyfa Guðs ríki að koma inn í líf okkar og tilheyra honum. Og ég ætla að fá að taka hann í fangið eftir smá stund, en fyrst að því að leyfi næst að segja nokkur orð. Mér langar að óska ykkur til hamingju með þennan litla prins. Það yndislegt með litlu börnin. Eins og Vörður sagði, þau tilheyra Guðs ríki. Og mér finnst svo stórkostlegt að hvert lítið barn var í áætlun Guðs áður en það fættist. Guð hafði auga með þennan litla dreng meðan hann enn var í móðu lífi. Og það stendur í Biblíunni að Guð mótaði okkur í móðu lífi. Hann hafði áætlun. Og mín ósk fyrir þessi litli drengur og fyrir öll börnin ekkar og fyrir þessa fjölskyldu að Guð færi sína áætlun með þau. Að hann mun alltaf fylgja Jesú, að hann mun alltaf vera Guðs barn og ekki komast út úr Guðs vilja með lífið sitt. Og við skulum bara blessa hann og ekkur öll, biðja Guðs vernd og varðveislu yfir ekkur. Amen. Hvort vill segja nafnið? Mikael Harry. Mikael Harry. Og þið búið ekki á Íslandi, þið eru... Við búum í Vógunum, Vatnsleysuströnd. Já, ok. Ok, þá hef ég misskilið þetta. En Mikael Harry. Svona getur misskilningur norðið. Amen. Við skulum rísa á fætur. Við skulum rísa á fætur og svo skulum við blessa hann Mikael Harry. Ég ætla að beða Ester að halda á mikrofónum. Amen. Flottur. Þið vita að Voganir ekki á Íslandi. Amen. Við skulum saman í sér bæn. Faðir, ég þakka þér fyrir hann Mikael Harry. Þakka þér fyrir hann yndislega flotta dreng sem að þú hefur skapað í þinni mynd. Drottin, ég vil bara fá að blessa hann. Ég vil fá drottin að biðja vernd og varðveislu við lífið hans. Ég bið drottin minn að
að varvita hann frá slísum og hættum, frá öllu illu, frá allri mynd hins illa drottin. Ég bið að varvita hann frá sjúkdómum og frá öllu illu. Þegar hann kemur til vits og ára drottin, hann megi ganga þinn veg, hann megi drottin vera öðrum drottin til gleði, öðrum til blessunar og það ljós sem að lýsir innra með honum í dag, drottin. Hann megi ávallt skína, hann megi ávallt drottin fá að bara, já, eins og skína fyrir aðra. Og þannig vil ég fá að blessa hann í þínu heilaga nafni. Og drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin uppliti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesú nafni. Amen. Amen. Flottur Mikael Harri. Amen. Guð blessi þig. Amen. Mér langar að óska ykkur til hamingju og gefa ykkur hérna litla gjöf fyrir Mikael Harri. Letu mína litlu hendi, ljúfi Jesús þér ég sendi, væn frá mínu brjósti sjáðu, lífi Jesús að mér gáðu. Takk fyrir þetta og Guð blessi ykkur. Takk fyrir. Það byrja börnunum og að fara niður í barnastarfið og úlingunum í úlingafræðsluna. Við hérna fullorðna fólki ætlum að lofa Guð. Við lofum hann á ýmsa vegu með því að kenna börnunum okkar, með fjármunum okkar, með líf okkar og líka í tónlist og söng. Við uppréttum höndum á hnjánum, hvernig sem en að hjarta okkar sé rétt gagnvart Guði. Amen. Ég gríp við á stól þig, hvísla þér lofsöng mig, Faðir minn konungur, ég syng frá hjartanu, ég þrá lífið mitt, sé til að gleðja hjarta þitt, að lokum verðum við saman að eilífu og já. Að lokum verðum við
stund því fann mig, nú faðmar mig ná. Faðir ég vina, mitt líf sé þér á, mikið jafnast frá við þig. Fullkomin ertu, þinn friður ei vín, full vissu gefur, mitt trúmennska þín, allt þín leiðir mig lífsins
við viljum bara lofa að tigna þig. Þakka þig fyrir drottin Jésús að þú ert á þessum stað. Þakka þig fyrir þú ert hér til að mæta inn í okkar kringumstæður, inn í okkar lífi, drottin minn, þar sem við þurfum mest á að halda núna, drottin. Og að þessu augnabliki ert þú tilbúin til að gefa okkur, drottin. Og ég lofa þig fyrir það að þú ert hér með þín heilaga anda. Og ég þakka þig fyrir þú fer á milli bekkja raðina, drottin minn. Ef einhver að glíma við veikindi, ef einhver að glíma við önnur vandamál, drottin minn, kannski vímefna vandamál eða önnur fikk, drottin. Ég þakka þig fyrir að þú ert máttuð til að leysa. Ég beð líka fyrir þau sem á sjúkrahúsi. Ég beð, drottin, að fara í sjúkravitjun. Og ég beð fyrir þessa ungu konu, drottin, sem að bíða eftir aðgerð núna, drottin. Ég beð að vera með henni. Ég beð að stjórna höndum læknanna. Og ég beð, drottin, þína smurningu inn á þessa skurðstofu, drottin. Í Jesú nafni. Og ég þakka þig fyrir að við megum finna forsmekk á himninum þegar við syngjum halleluja og lofa þig, drottin. Það hefur þú sagt, drottin, að þú hásætið þitt yfir lofsöngum þíns liðs. Mér langar til að við stöndum öll að fætur og syngur þetta aftur á hjartanu. Halleluja, halleluja. Jésús hér og hann vil mæta. Amen. finn svo sterkt þegar ég stend hér að heilagur andi vil starfa í þessa samkoma á sérstakan hátt. Ég finn fyrir að það er fólk sem er að glíma með mismunandi
vandamáli líkamannsinn. Mér langar að benda á nokkuð sem Heilagur Andi myndi mig á. Það einhver í salnum eða kannski fleiri sem að glíma við vandamáli í nakka og herðar. Hefur haft mikla verki í fleiri ár eftir einhver áverka eða slisa eða eitthvað. Ég ætla ekki bjóða ykkur fram en mér langar til þess að þú réttir upp hendi og tekur við lækninguna þar sem þú stendur. Að því það ekki háð því að ég eða einhvern annan beður, það Heilagur Andi sem ger verkið. Það líka bakverki, einhver sem finnur fyrir stöðuverki hér á þessum stað í bakinu. Amen. Heilagur Andi hér og hann vil mæta. Það mígreni, einhver sem þjást af mígreni. Viltu rétta upp hendina, gefa til kynna og taka á móti lækningu frá Heilagan Anda. Og svo einhver sem hefur haft mjög óreglulegan hjartslátt. Og þú finnur fyrir ótta og kvíða þegar þetta kemur yfir þig og finnst eins og þú get ekki náð andanum. Drottinn vil snerta þig þar sem þú ert. Amen. Og svo einhver sem hefur haft illt í annan fótinn og þú finnur fyrir verki þegar þú ert og ganga og sérstaklega ef þú reynir á fótinn þinn. Þá finnur þið fyrir meira verki. Ég ekki viss hvort þetta út á einhvers áverka, einhver skaði, en þú finnur fyrir þessa verki og þú leiðir alveg frá og niður í öklanum. Guð blessi þig. Drottinn vil lækna þig. Amen. Við skulum vera biðjandi. Þetta stórkostlegt að við finnum fyrir nærveru Heilags Anda að svona sérstakan hátt. Alveg sérstakan hátt. Amen. Og Drottinn, ég þakka þig fyrir. Þú sér allar upprétti hendinar. Og þú sér, Drottinn minn, að lífið ekki alltaf auðvelt. Við erum að glíma við ýmislega hluti, bæði andlega og líkamlega. Drottinn, en ég þakka þig fyrir að þú ert læknirinn. Þakka þig fyrir að fyrir þínar benjar eigum við helbrigði. Og það sama hvort andlegt, sálarlegt eða líkamlegt. Þá ertu þar, Drottinn, og þú vilt hjálpa okkur, þú vilt lækna okkur, þú vilt gefa lausn, Drottinn. Og ég finn svo sterkt fyrir þegar ég að biðja hérna, það einhver sem í algjöru myrkri við lífið sitt. Algjöru myrkri. Þú sér enga leið út úr þessa kringumstæði sem þú ert í. Og þú hefur hugleitt ýmsa leiðir til að losna út úr því. Meira að segja að stytta þig aldur. Drottinn, hann vil mæta inn í þínar kringumstæður í dag. Hann vil mæta inn í þitt myrkur með sitt ljós og hann vil leysa þig frá depurð og frá því sem dregur þig niður. Í Jesú nafni. Mér langar til að þau syngja áfram þennan kór. Halleluja. Amen. Og mér langar til að hvetja ykkur að vera biðjandi í hjartanu. Og vera með uppréttar hendur og taka við það sem Heilagur Andi vil gefa ykkur. Guð hér á þessum stað og hann vil mæta inn í þínar og mínar kringumstæður. Amen.
Já, komið í sæl. Ester heiti ég, fyrir þau sem þekki mig ekki. Ég byrjaði að ræðu hérna í janúar og ég kláraði hann ekki, svo mér var gefið tækifæri að klára hana í dag. En mér langar að segja, ef þú ert hér á samkominni sem ekki vön svona samkomur eins og við höfum hér eða svona messur, þá þetta allt í lagi, bara anda djúpt og við erum bara svona, við höfum ekki svo stíft prógram hérna hér hjá okkur. Ef við finnum að Guð á sérstakann hátt vil snerta við einhvern, þá erum við opin fyrir því. En Guð bless ykkur og þér, ef þú ert gest hér og hér í fyrsta skipti, fyndu þér heima. Þetta allt í lagi. Ég gat ekki annað en brosað. Já, fyrir þau sem þekki mig ekki, þá heyrið þið kannski að ég ekki fæddur Íslendingur, ég talar ekki alveg rétt, en þið verður bara að fyrirgefa það. Ég tala kannski einu sinni í ári og ég ætla bara að biðja Guð að gefa ykkur þolinmæði og þola þessar villur hjá mér. Ég var að undirbúa mig í gærkvöldi og líka síðastu helg, þá var ég flensu. Annars ég búin að vera úti í Noregi og Svíþjóð, heimsækja fjölskyldu minni í 3 vikur. En ég hugsaði, já, ég ætla að klára ræðuna. Og það myndi mig að dóttur mína, hún Karin minn, hún eins og börn gerir, hún söng og stundum hún söng hvað sem eldri sískin hennar var ekki ánægð með og sagði, hættu þessu Karin, hættu þetta leiðilegu söngur. Og hún söng og hraðaði sig, söng hraðar og svo sagði þau kannski, hættu, við báðum við hættu, ég verð að klára lagið. Og það bara hraðaði hún söngin og söng, svo ég ætla að gera það núna, ég ætla bara að tala mjög hratt og klára þessa ræðu. Við vorum að tala starf heilags anda í okkar lífi og mér finnst þetta yndislegt að fá leyfi til að tala þessa hluti. Það svo lifandi fyrir mig og ég veit að svo nauðsynlegt að leyfa heilagan anda og starfa í lífið sitt. Við biðjum Guðs blessun yfir lífið okkar, það ekki? Hvað margir sem vil fá Guðs blessun yfir lífið sitt? Það bara allir vilja að fá Guðs blessun yfir lífið sitt, flest allir hérna inni. En ég ætla bara að segja ykkur, til þess að fá Guðs blessun yfir lífið sitt, þá verðum við að fylgja viss andleg lögmál. Og það stendur skýrt það í Biblíuna. Við þurfum að umgangast Jesú, við þurfum að leyfa honum að móta lífið okkar, leyfa honum að þjala okkur til. Og ég held, mér líkir þetta stundum með hjónabandi, við vörður hefur verið gift í meir en 40 ár. Og ég held að ég betri menneska núna en þegar ég giftist honum. Að við slípum hvort annað svolítið til, það ekki? Og líka í venjuleg mannleg samskipti á vinnustöðum og svona, man getur ekki verið alveg firkantaður. Man verður að slípa sig aðeins til og taka tillit til annar. Og eins það í Guðs ríki. Guð vil fá þjala okkur til, hann vil fá slípa okkur til og hann vil fá gera okkur meiri lík sér. Það var komin einhver glærur þarna inn, var það ekki Kristján? Svo ég var búin að finna, ég ætla ekki að lesa öll þessi biblívers, en mér langar að byrja að því að lesa heilan kafla. Og hann kemur hér upp, það 1. Korinthubréf 13, kannski kemur hann upp. Og ég lesa þarna í daglegu máli, í lifandi orði, nú lokaðist þetta aftur, og mér finnst þetta svo yndislegt að því þessi ávexti sem Guð vil, Jesús talaði að við erum grein á stofninu, ekki satt, við tölum það síðast. Og ef safinn sem heilagur andi fær að flæða út í okkur, þá það bara ferli sem við förum inni, við byrjum að bera ávöxt. Alveg eins og trén okkar, sem ég ólst upp við í Noregi, þau báru ávöxt, ekki satt, þegar þau voru komin inn í þessu ferli að bera ávöxt. Það sem sagt, heilagur andi sem vinnur þetta verk. Og nú ætla ég að lesa. Þótt ég hefði hæfileika til að tala tungum og talaði öll tungumál bæði jarðnesk og himnesk en elskaði ekki aðra, þá væri það ómerkileg glamur, tilgangslaus orðaflaumur.
Ef ég hefði spáð ská og vissi allt framtíða, vissi bókstaflega allt allt en hefði ekki kærleika, hvaða gagn væri í því? Og jafnvel þó að ég hefði svo mikla trú að ég geti skipa fjöllum að færast úr stað, þá væri ég einskis virði án kærleika. Ef ég elskaði ekki meðbræður mína, þá væri ég engu bættari. Þótt ég gefi fátækum aleigu, eða yrði brenndur að báli fyrir trúna á Jesú, en hefði ekki kærleika, þá væri ég ekkert betri. Og svo kemur þessi yndislega hluti sem uppi staðan. Essensin í allt sem heitir ávexti, það kærleikurinn. Kærleikurinn þolumóður, góðviljaður. Hann hvorki öfundsjúkur, montinn hrokafullur. Okay? Hann aldrei yfirlætislegur, eigingjarn eða ókurtis. Hann krefst ekki réttarsins, reiðist ekki og ekki langrækinn smámunasamur. Hann gleðst aldrei yfir ranglæti, heldur fagnar þegar sannleikurinn nær fram á ganga. Sá sem hlýðir rödd kærleikans breiðir yfir mistök annara. Rosalega þurfum við á þessu að halda í okkar þjóðfélag, að við höfum kærleik og breiðir yfir mistök annara. Man hugsa það að mann hlustar á fréttir, sko. Treystir öðrum, ber þá og væntir góðs af þeim. Kærleikurinn mun aldrei falla úr gildi, en hæfileikinn til að spá og tala tungum og þekkingagáfu, allt mun þetta líða undir lok. Þekking okkar nær skamt og spádómur okkar líka, en þegar við verðum orðin fullkomin í eilífðinni, þá þurfum við ekki lengur á þessum sérstöku hæfileikum að halda og þá munu þeir hverfa. Þegar ég var barn, talaði ég og hugsaði og ályktaði eins og barn, en þegar ég var fullorðin, þá óx ég frá því öllu og lagði niður barnaskapinn. Að sama hátt skiljum við að Guð aðeins á takmarkaðan hátt, enn sem komið rétt eins og við sæjum speilmynd hans í lélegum spegli. En sú stund mun koma að við fáum að sjá hann augliti til auglitis, eins og hann Nú þekking mín og skilning í mólum, en þá mun ég sjá allt skýrt og greinilega, að sama hátt og Guð sér mig nú og allar mína hugsanir og þrár. Það sem nú skiptir máli þetta þrennt, trúin, vonin og kærleikurinn, og þeirra kærleikurinn mestur. Amen. Og í Galatabréfi 5:22 það lesum við þessa ávexti. Þegar Jesús talaði að við vorum greinin á stofninum, þá vissi Jesús hvað beið hans. Þetta var bara í daginum eða nokkrum dögum áður en hann var krossfestur. Og hann vissi hvað beið hans. Hann vissi að hann hafði takmarkaðan tíma með lærisveinunum sínum. Og ég var að hugsa ef ég vissi að ég hafði takmarkaðan tíma eftir að lifa, kannski bara nokkra daga, þá myndi ég kalla til börnin mín og barnabörnin og ég myndi segja þeim það mikilvægasta. Myndi þið ekki gera það? Man myndi kveðja og segja mundu og lesa Bibluna þína hverjum degi. Mundu og tala við Jesú hverjum. Mundu að vera heiðaleg. Ekki svíkja undan skatti. Lifðu hreinu lífi. Ekki vera í spillingu. Það borgar sig að því aðeins þá getur haft Guðs blessun yfir lífið þitt. Og þetta var það sem Jesús sagði við lærisveinunum. Verið í mér, þá verði ég í ykkur. Og hann sagði, ef greinin brotnar, þá ber hann ekki ávöxt. Og þess vegna svo nauðsynlegt að við erum áfasta stofnin, að ekki trufla þessa leiðslu sem á að renna út í okkar grein, þannig að við getum verið mestar okkar og skapari til heiðus og öðrum til gleði. Ávöxtinir fyrir þau sem smakkar það. Ekki satt? Okkur finnst gott að fá sæta ávexti. Ég elska mangó, svona sæta ávexti. Góða, ekki satt?
það njótum við. Og mín bæn að fólk í kringum mig getur fundið svona andlega ávegst í lífi mitt. Að það veri gott að umgangast mig. Að fólk getur fundið fyrir nærveru Jesú. Þessi kærleiki, þessi umburðalindi, þessi friður. Þegar ég saman við þau. Eða þegar þau hittu mig. Í Galatabréfið, það lesum við andstæðunar í þessu, ef við lifum í okkar eigingirni eða ef við lifum heilagan anda að stjórna lífið okkar. Og ég ætla að tala mjög rætt og ég ætla að vera fljót. Ég hvet ykkur til að hlýða aðeins því sem heilagur andi segir ykkur. Þetta í Galatabréfi 5 og ég byrja að lesa í versi 17. Fyrir þau sem eru með Biblíu, þið ætti endilega að hafa Biblíu með okkur á samkomu, það svo yndislegt. Ég búin að fylgja Jesú allt mitt líf og ég alltaf með Biblíuna eða Nýja testamentinu. Af því ég hef náttúrulega ekki svona sími sem ég get fundið það í, sko. En mér finnst það, ég svo gamaldags, mér finnst það gott að hafa Biblíuna með mér. Það eðli okkar að gera hið illa. Einmitt það sem heilagur andi segir okkur að láta ógert. Sem sagt, það eðlið okkar. Það innra með okkur. Það liggur í okkar eðli að óhlýðnast Guði, alveg eins og Adam og Eva gerði fyrst. Sama að segja hið góða sem heilagur andi kemur til leiðar þegar hann fer rúm í lífið okkar. Það stendur gegn okkar illa eðli. Þessi tvö öfl innra með okkur eiga í stöðugri baráttum yfir okkur og þau munu aldrei láta okkur afskiptalaus. Hvað margir sem hefur fundið fyrir þessa barátta í lífið sitt? Milli góðs og ills. Ég búin að finna það oft. Ég búin að finna það oft í lífið mitt og finnur. En ef þið hins vegar láta eigingirnin að leiða ykkur, þá verður afleiðingin þessi í lífið ykkar. Óreinar hugsanir, löngunni siðlausa nautnir, hjákvuða dyrkun, andakugl, fjandskapur og deilur, afbrýðsemi, reiði, eigingirni, sundrung, flokkadrætti. Þarf þjóðfélagið okkar á Guði að halda? Þetta ekki allstaðar í kringum okkur? Og kannski jafnvel í okkar fjölskyldu eða á okkar vinnustað, flokkadrætti og öfund. Við mætum þetta oft. Íslenski þjóðin þarf svo sannarlega á snertingu Guðs. Rangkenningar munu koma fram, öfund, drykkjuskapur, svall og fleiri í þeim dúr. Og enn einu sinni segja ykkur, það Páll sem skrifar þetta, það ekki ég sem segir þetta, eins og ég hef áður sagt að sá sem lifi slíku lífi mun ekki erfa Guðs ríki. Þetta alvarlegt. Ef hins vegar heilagur andi stjórnar lífi okkar, þá skapar hann eftirferandi ávexti. Kærleika, gleði, frið, þolinmæði, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð, sjálfstjórn, bindindi. Ekkert af slíku í andstöðu við lög gyðinga, stendur hérna. Já, amen. Það þessi yndislega ávexti andans eða afleiðingar því að við lifum með Jesú sem á að finnast í lífið okkar. Og ég flokkaði þetta niður í 3 hópa. Kærleikur, gleði og friði, það hefur með okkar samband við Guði að gera. Ef ég beti Jesú, ef ég tala við hann hverjum degi og lesi Guðs orði, það hefur Guð lofað. Hann mun gefa mig frið. Frið í kringumstæður. Stundum allt í uppnámi í kringum manni. Og ég get sagt ykkur núna, það var það hjá mér í nótt og í morgun. Að þessi unga kona sem núna á skurðaborði, það dóttir mín. Við skulum biðja fyrir henni. Hún vektist í nótt. Svo ég kom hérna inn og ég hugsaði, Guð,
ef ég á að standa hér og tala í dag, þá verður þú að ganga með mér. Stundum lífið bara svona, en þegar við umgengst Jesú, það verður hann lofað og gef okkur frið og gef okkur það sem við þurfum á að halda. Hann bar mig ekki upp tröppunar. Ég vissi ég þurfti að ganga sjálf, en ég vissi hann beið mín þegar ég kom hingað upp. Og þetta hef ég svo oft upplifað í lífinu, í erfiðan kringumstæður. Og ég hef sagt, Jesús, ég get þetta ekki. En ég hef sagt, Jesús, við getum það saman, þú og ég. Og þetta mín reynsla. En til þess að hafa þessi upplifun í lífið þitt, þá verður þú að umgangast Jesú. Annars brotnar allt í kringum þig. Ef þú ætlar að takast á með lífið bara á hnefanum eða í eigin mætti, þá gengur ekki vel. En það eru margir búin að keyra á vegg sem hefur reynt það. En Guð hefur sagt, hann mun vera okkar styrkur. Og Guð hefur sagt, þótt þú gengur í gegnum dimman dal, þá þarftu ekki að óttast að því ég með þér. Ég mun leiða þér. Kærleiki, gleði og friður. Þessi friður sem það ekki hægt að útskýra það. Þessi friður sem í allar kringumstæður í lífinu. Ég man þegar ég var 17 ára og stóð við gröf föður minnar. Hann var jarðaður. Hann dó bara allt í einu og var engin svona fyrirboði. Það fann ég svo mikið Guðs frið. Ég fann að Guð var með mér og ég fann hann hélt mig uppi og hann bar mig í gegnum þetta sorgarferli. Að því hann stendur við sitt orð. Þolinmæði, gæska og góðvild, það sem við þurfum svo mikið á að halda í okkar þjóðfélagi, það hefur með okkar samband með náungan, með makan okkar, fjölskyldan, sína umburðarlyndi og þolinmæði. Og mér langar að segja samband við þolinmæði og umburðarlyndi, við erum öll að glíma einhver barátta. Við vitum ekki hvað náunga okkar að glíma við. Við skulum vera góð við hvort annað. Við skulum vera umburðarlynd. Við skulum sýna kærleika og við skulum vera þolinmóð. Trúmennska, hófverð og sjálfsaga, það hefur með okkar skapgerð að gera. Sem við þurfum að byggja upp. Kærleikurinn, það þessi yndisli, það sem Guð vil virka inn í okkar lífi, það þessi yndisli Guðs kærleikur, agape kærleikurinn, sem elskar þrátt fyrir. Og ég er svo þakklátt Guði fyrir manni minn, að því hann elskar mig þrátt fyrir alla mína galla. Í gegnum öll þessi ár. Og börnin mín, þú veit, ég sér þau eru ekki gallalaus, ekki satt, en ég elskar þau. Bara að því, ég elskar þau, sem móður ást. Og hún kannski mest lík Guðs kærleika til okkar. Guð elskar þig og hann elskar mig, þó að við höfum mistið okkur, þó að við höfum sagt hluti og gert hluti sem hann ekki ánægður með, kannski, og sem ekki fallegt, þá elskar hann okkur. Gleðina, það gleði og friður, það nátengt hvort annað. Ef þú hefur friðinn frá Guði, þessi friður sem ekki hægt að útskýra, hann bara þarna. Þú finnur jafnvægi og frið inn í mismunandi kringumstæður í lífinu. Og gleðina yfir því að tilheyra Jesú, að vera Guðs barn. Ó Guð, ég er svo þakklátt. Ég er svo þakklátt að vera þitt barn. Og ég setti inn á Facebook í gær, á ensku, mér fannst það alveg yndislegt. Stundum bara lyfti ég augun upp og segir, þakka þér Guð, ég veit að þetta varst þú. Stundum kemur Guð okkur svo óvart í hluti og við vitum, þetta var Guð sem var að blessa mig. Og það getur verið í smá hlutum sem stórum. Og það þessi friður og gleði. Vita það að þegar ég tek næsta skref, þá kemur Guð með mér.
Hann leiðir skrefin minn, hann með mér og friðurinn og vita það að ég Guðs barn. Ég í örugum höndum. Og mér langar að segja eitthvað smá dæmi. Þegar stríði gesti í Noregi annað heimsstyrjöld, þá var foreldranum mínu voru trúboðar á Íslandi. Ég var ekki fædd, en þau voru í Vestmannu. Og mamma vissi ekkert fjölskyldan sín í Noregi. Hún heyrði í fréttir í gegnum London að það var búið að sprengja heimabær hennar í loft upp. Þjóðverjar hafði sprengt hann í loft upp. Og hún bað, og hún bað, og hún bað. Og gekk upp allan nóttina í Beteli Vestmannaeyjum. Þau voru forstöðu hjón þar. Og þegar komandi morgun, þá sá hún sýn. Hún sagði, ég veit ekki hvort ég sá sýn eða hvort ég dreymdi. Og ég dreymdi að ég sá öll fjölskyldan mín inn í 2 sterkar hendur. Og ég gat talið hvern einasta einstakling, bæði tengdafjölskyldan og fjölskyldan mín. Og ég vissi að þau voru óhuld. Og ég frétti ekki fyrir 5 árum seinna hvernig staðan hafi verið þessa nótt og hvernig Guð hafi bjargað þeim á stórkostlegan hátt. Þetta þessi fullvissa. Ég veit að ég veit að ég veit að ég Guðs barn og ég veit að ég í Guðs höndum. Langlindi. Langlindi. Það svolítið merkilegt orð. Langlindi. Þýðir það ekki eitthvað sem lengist? Á norsku segjum við langmodighet. Það eitthvað, og mér langar að líka með einhver tegja sem tegist. Langlindi. Þú þolir mikið álag. Þú hefur skap sem getur tegt sér með Guðs hjálp aðeins lengur áður en tegjan brestur. Langlindi. Mér finnst það yndislegt orð. Það einstaklingur sem mildur og skilningsríkur. Og við höfum orð í Biblían sem hvetjandi, hvetur okkur og vera langlind gagnvart hvort annað. Gæska andstæðan við harka, það ekki? Og vera gæskuríkur og góður. Við þurfum á því að halda í okkar umgengni við aðra, ekki satt? Og í okkar þjóðfélagi. En það ekki einhlíða gæska og góðvill sem gengur að þvert á vilja Guðs og réttlæti Guðs. Guðs kærleikur ekki svona, hann tegir sig og tegir sig og tegir sig. Hann elskar, en hann hatar kannski það sem við erum að gera, ef við erum að lifa í synd. Við verðum að hafa það hreinu. Guð hefur sett vissa reglur lífið okkar og hann vil að við lifum hreinu lífi. En hann elskar okkur þó að við erum vilt í synd og í alls konar löstum. Þá vil hann hjálpa okkur út úr því og hann elskar okkur. Bara svo enginn misskilur það. Guð ekki vondur Guð, en hann getur verið strangur við okkur. Og hann vil að við fylgjum reglunar, þessi andlega reglur sem sett í lífið okkar. Okkur fyrir bestu. Hvernig væri þjóðfélagið okkar ef við höfum ekki umferðarreglur? Ég myndi ekki leggja út, mér finnst það nóg erfitt núna að keyra í Reykjavík, eins og heftin og allt í umferðinni oft. En við verðum að hafa reglur. Það gefur okkur öryggi. Ekki satt? Og að meðan við höldum okkur fyrir innan þessar reglur sem Guð setur og lifa hreinu lífi, bæði siðferðislega, í sambandi við kynlíf, í sambandi við fjármál og í sambandi við okkar samskipti við annað fólk. Þá erum við fyrir innan þessar umferðarreglur andlega talað og það hefur Guð sagt að hann vil ausa yfir okkur sín blessun. Mér langar að vera fyrir innan þar, innan þennan ramma. Góð vild.
Guð vil að við erum góð viljaðir. Og ég hef sett hérna eitt dæmi. Rós yndisleg, ekki satt. Við elskum rósir, allavega flestir. Ilmurinn ekki alltaf eins. En rósin ilmar alltaf. Sama hvernig meðferð hún fær. Það ekki? Alltaf hefur rósin þessi góðum ilmur. Þú getur sett hann í vasa og hún ilmar í stofunni þinni. Þú getur hent hann á götunni og traðkað á henni. Og hvað skeið kemur það ógeðsleg fíla? Nei, það kemur góð lykt samt. Og mín bæn að lífið mitt mætti vera svona. Og lífið okkar sem eru Guðs börn, að við höfum þessi góð ilmur í okkur. Þessi góð vild að við erum góð þó að fólk kemur illa fram við okkur. Að við getum sýnt kurteisi, að við getum sýnt kærleika. Við þurfum ekki að sleppa allt fólk inn að gafl til okkar, en við þurfum kannski að umgangast þau, nágrannar og fólk í vinnunni. Við skulum setja vörðumunnin okkar. Við skulum biðja Guð að hjálpa okkur að við segjum ekki eitthvað eða gerir eitthvað sem eyðilegi kannski rústa lífi náungans okkar. Að við sýnum kærleika. Jesús bað fyrir þau sem krossfestan. Vá, hvað ég hef langt í land. Ég skal bara játa það hér og nú að ég hef sko ekki alltaf borið sæta og góða ávöxt í lífið mitt. Stundum hef ég bara alls ekki gert fallega hluti og sagt fallega hluti. Og ég sér eftir margt sem ég hef sagt og gert. Og það kannski hjá okkur flestum að því við erum engin fullkomin. En þetta Guð hjálpa okkur öll. Við erum öll að leiðinni, ekki satt? Við erum öll að leiðinni. Og ef hjartað opið og ef við höfum auðmýkt hjarta, þá vil Guð vinna áfram þessa yndislega hluti í lífið okkar. Að þau fá og blómstra og bera ávöxt í lífið okkar. Trúmennska. Við veitum Guð trúfastur, ekki satt? Við erum ekki í vafa það. Við erum öll flest sammála það. Guð trúfastur. Trúmennska, það líka í samband við trú á Guð. Við trúum Guð fyrir stóra hluti, þó við sjáum það ekki kannski alltaf, en það líka það að vera trúr. Og það eitthvað sem kannski mörg okkar þarf að byggja upp í lífið okkar, þessi trúmennska, við erum trú. Við lesum, Jesús segir dæmisögu og það fólk sem fekk talentur. Þekki kannski flest öll þessa dæmisögu. Sumir fekk meir en aðrir. En þau ávöxtuðu talentunar sínar, gáfunar. Og það margfaldaðist, tvöfaldaðist. Og þetta að vera sína trúmennska. Ekki grafa niður pundið. Guð hefur gefið okkur öll eitthvað, ekki satt? Guð hefur gefið okkur öll og geta þjónað fyrir hann á einhvern hátt. Ekki satt? Notum það sem Guð hefur gefið okkur. Sumir syngir alveg yndislega og nota það fyrir Guð. Ekki satt? Eins og söngfuglar. Og aðrir eru frekar eins og krákur eða krummar. Hefur ekki sérstaklega rödd, en Guð hefur gefið þér eitthvað. Ekki satt? Mér finnst reynda krummin alveg æðislega heillandi fugl. Mér finnst það. Og ég alltaf stoppar við þegar ég sér hann. Hann flottur. Og Guð hefur gefið þér eitthvað flott í lífið þitt sem að vil að þú nota fyrir hann. Vertu trúr. Sýndu trúmennska. Í það sem þú ert búin að lofa. Ekki svíkjast Sýndu trúmennska í það sem Guð hefur gefið þér. Og þú mun sjá að það vex í lífið þitt. Sá sem trúr í litlu, segir Jesús, líka hægt að setja við stærri hluti. Ef man trúfastur í vinnu, þá kannski fær man stöðuhækkun. Ekki satt? Að því fólk sér það hægt að treysta þig. Og eins það í starfi fyrir Guð, í okkar skapgerð. Mætti Guð hjálpa okkur að við sýnum trúmennska, að við erum fyrirmynd. Við sem köllum okkur Guðs börn og við sem erum kristin.
Að vera trúr er að vera fórnandi, ekki eigingjarn. Að vera trúr sama hvernig aðstæður eru, einn eða með fleirum, hvort það sé létt eða erfitt. Já, ég get þetta ekki á sjálfum mér, en Guð getur hjálpað mér að móta skapið mitt og lífið mitt, þannig að ég get haft þessi ávexti í lífið mínum. Hógværð. Þetta orð, pratos, það er þitt sem hógværð í íslensku biblíunni. Það er notað fyrir skepnur sem hefur verið tamdir. Nú hef ég ekkert vit á hesta, en ég veit að margir sem er með hestamennsku. Og mér skilst það er ekkert auðvelt að setjast á hestbakki ef það er ekki búið að temja hestin. Er það ekki rétt hjá mér? Það er ekki hægt? Nei, það er ekki hægt. Ok, þá veit ég það. Sem sagt, hógværð. Þetta orð er notað skepnu sem er búin að temja. Sem sagt, þeir eru búin að temja hestin, þá er hann orðinn hógværð. Mættu Guð hjálpa okkur? Að við gefum Guð frjálsar hendur með að temja okkar skapi. Að það bara ekki stígur upp í okkur og við segjum alls konar hluti og hund skammar einhvern, en að við getum verið hógværð. Að við sjáum til dæmis stein sem rúlar niður fjallahlíð. Ef hann lendur á annan stein, hvað skeður það? Hann slær bara nestar og heldur áfram. Rúlar áfram. En ef hann lendur í mjúkan mosa, það dúfar hann aðeins og stoppar. Er það ekki rétt hjá mér? Svona er líka með okkar framkoma. Við getum kannski fengið eitthvað sem er eins og bara högg í andlitið, en ef við getum komið til mótsveið með milt svar og verið hógvær, þá getum við stillt margar deilur. Er það ekki rétt? Og aftur segi ég, það er bara heilagur andi sem getur hjálpað okkur. Við getum þetta ekki í eigin mætti. Við höfum mismunandi skap, við fættumst með mismunandi skap, en Guð vil fá að temja það. Og það skeður ekki nema við umgengumst Jesú. Og svo er það síðasta ávöxtin. Ég sér að vörður er búin að horfa á klukkuna, ég er að fara að hætta. Mér langar bara að klára ræðuna, svo ég verð ekki þriðja sunnudaginn með sama ræðu. Bindindi, sjálfsögun. Og ég held að það er stundum það erfiðasta. Er það ekki? Og við erum að hafa sjálfsögun í lífi sitt. Mér finnst það svolítið erfitt. Er ég ein? Má ég sjá? Er fleiri sem eru að glíma við það? Já. Það getur verið, hvað er það sem tekur stjórn í lífi? Það getur verið Facebook. Alltaf á Facebook. Lesa alla fréttir. Ég las nú skemmtilegt á Facebook daginn. Það var kona sem sagði, ég er ekki á Facebook, ég er ekki á Twitter, en ég hef engin sambönd, ég er farin að kalla út á götu alla fréttinar mig, sagði hún, að því ég hef ekki þessi miðla. Ég er búin að eignast 3 vini, 2 lögregluþjónar og 1 geðlæknir. En hvað er það annað sem, það er sjónvarpið, það er bara nefnduð matur, matafíkn, það er áfengisvandamál, vímefnavandamál sem vil taka stjórn í lífið okkar. Hvað segirðu? Já, spilakassanir, takk fyrir að minna mig á það. Það er orðið mikil vandamál, það er kynlífsfíkn, bara nefndu það. Það er bara alltaf mögulega hluti. Já, reykingar, segir hann. Já, við getum talið upp alls konar hluti sem vil taka stjórn í lífið okkar. Mætti Guð hjálpa okkur að vera á varbergi. Ekki satt? Biðja Guð að hjálpa okkur.
Og taka til. Nei, þetta nú aldeilis farið að taka á mikið tíma í lífið mitt. Skvísum það út bara, í Jesú nafni. Slökkvum á Facebook bara. Eða tölvunni. Eða það sem vandamálið þitt. Þú kannski finnur hvar skóin kreppir að. Segjum við það ekki á íslensku? Já, segjum það. Þú finnur það best. Ég veit með mitt líf hvað ég þarf að lagfæra. Sjálfsögun. Ég hef stundum sagt að við þurfum það á Íslandi, eða ekki sammála mér. Þó að ég náttúrulega ekki fætt Íslendingur, þá hef ég stundum sagt að vantar herþjónustu á Íslandi. Við ólumst upp við það í Noregi. Þar var fólk bara sagt og hlýða, sagt og hafa aga að líf sitt. Við þurfum virkilega á þessi ávöxt inn í okkar þjóðfélag. Sjálfsögun. Mættu Guð hjálpa okkur, við sem erum hér. Hugsa sér við myndum bara taka okkur saman og vera saman að breyta þetta þjóðfélag. Við gætum það með Guðs hjálp, ekki satt? Vi liker sá som vi umgängst. Du ligner den du omgås, säger vi i Norge. Vi liker sá som vi umgängst. Vi umgängst Jesu, þá líkist við honum. Tala við hann, hafa hann með okkur. Man þarf ekki alltaf að liggja á njánum í bæn. Jesus hefur sagt að vera með okkur. Og stundum finn ég svona eins og bara aðeins pikkað í mér. Ekki segja þetta, Ester. Ekki gera þetta, Ester. Og það að gera læra og hlusta. Læra og hlusta. Nei, ég ætla ekki gera það. Hjálpaðu mér að gera rétt, Guð, í þessar kringumstæður. Og eftir því sem ég eldist, þá finnst mér að vera meira og meiri alvarlegt fyrir mig að einn dag mun ég standa frammi fyrir skaparan minn og gera reikningsskil fyrir lífið mitt. Við þurfum það öll. Það kannski lengri í það hjá sumum hér heldur en hjá mér. Allavega ef man dæmir eftir aldur. En mín bæn að ég get komið með reikningsskil fram fyrir skapara minn sem hann verður ánægður með. Að ég hef ávöxtað þau pund sem Guð hefur gefið mér. Að ég hef sýnt trúmennska í það verk sem Guð hefur kallað mig til. Að ég hef verið heiðarleg. Man getur farið inn í smáatriði í sambandi við heiðarleika. Og ég hef stundum hugsað í sambandi við vinnustæði. Ég nefndi og svíkja undan skatti á þann. Í sambandi við vinnustæði það sjálfsagt að man ljósréttar heilu bunkanir af vinnustæðin og borgar ekkert? Það heiðarlegt? Það heiðarlegt að taka hluti með sér heim? Pennar og strókleiðir eða í heilbrigðisstofnun, kannski gúmíhanska eða nefndu það? Það heiðarlegt? Höfum við leyfi til þess? Ég bara spyr. Þetta hluti sem hver og ein verður að gera upp við sig. Ekki satt? Að Guð bara, við hlustum á heilagan anda þegar hann leiðbeinir okkur í samband við heiðarleika á öllum sviðum lífsins. Róburður, það getur rústa lífi fólks. Það á ekki að finnast að meðalega, segir Páll. Guð hjálpi okkur. Og ég mig langar bara enda með það að segja því miður. Ég játa að ég hef ekki alltaf og kannski oft brugðist. Ég hef oft borið mjög lélega ávexti fyrir skapara minn. En mér langar að gera betur. Mér langar að gera betur. Og það verður að vera okkar hugafar. Ekki liggja þarna og brjóta sig niður. Og segja, nú gerði ég þetta einu sinni en. Og liggja þarna. Standa upp
og halda áfram. Biðjast fyrirgefningu við Guð og menn. Ef þú hefur sárt einhver, gerðu það upp. Biðstu fyrirgefningar og haldu áfram og biðtu Guð og hjálpa þér að gera betur. Ef við verðum sammála því, gerum betur. Helgumst meira og berum meira ávöxt. Amen. Amen. Við skulum rísa á fætur vinnur og það er fyrirbæn hér inn í hliðarsalnum fyrir ykkur sem að vilja fá fyrirbæn. Guð tala til ykkar, trúi ég. Við þurfum öll að taka okkur tak í okkar lífi, leyfa honum að koma inn. Fáum söng og svo er fyrirbæn inn í hliðarsalnum fyrir ykkur sem viljið og svo er smá stund eftir þegar við ljúkum útsendingunni. Þá ætlum við að tala aðeins til ykkar. Amen. Það komið að lokum þessara samkomu í Fíladelfíu í dag. Við þökkum þér fyrir að hafa verið með okkur hvort sem þú varst að hlusta á okkur í gegnum lindina eða að horfa á okkur í gegnum tölvuna. Þú ert velkomin næsta sunnudag, þá verðum við með samkomu hér á sama tíma klukkan 11 og það væri gaman að sjá þig. En eins og kom hér fram í ræðunni, þá hefur Guð gefið þér hæfileika sem hann vill að þú notir fyrir hann. Hann elskar þig hver sem staðan þín er, hvernig sem þér líður. Og ekki grafa þitt pund í jörðina, vandaðu þig hvernig þú lifir lífinu og mér langar til þess að enda þessa stund bara með því að biðja fyrir þér og með þér. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert alltaf með okkur og ég þakka þér fyrir að þú þekkir þá sem eru heima að hlusta eða hvar sem þeir eru, þá sem eru ekki hérna í salnum og ég biðja að mæta þeim. Ég biðja Drottinn að sýna þeim hversu mikið þú elskar þá. Ég biðji Jesús að gefa ávextirnir sem þú hefur gefið þeim, talenturnar, megi vaksa og bera meiri ávöxt. Og ég biðji Drottinn að hver og einn megi finna þann tilgang sem þú hefur með lífið þeirra. Í Jesú nafni. Amen.
Við þökkum þér fyrir samfylgdina í dag. Við erum á lindin.is, við erum á philadelphia.is og vertu velkomin að fylgja okkur eftir næstu sunnudaga. En ég endurtek, það væri miklu skemmtilegra að sjá þig í kirkjunni næsta sunnudag klukkan 11. En við kveðjum frá Hátúni 2 í dag.